sjá. Þriðjudaginn 5. janúar 2021 klukkan 17 er hér með settur. Þessi fundur er fjarfundur og er honum streymt beint. Á fundinn eru mættir bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Margrét Sanders, Jóhann Friðrik Friðriksson, Díana Hilmarsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir og Guðbrandur Einarsson, ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni og Hrefnu Gunnarsdóttur sem ritar fundargerð. Góðir bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að bjóða ykkur velkomin á þennan fyrsta fund bæjarstjórnar á nýju ári og vona að þið hafið haft það gott yfir jólin og áramótin. Það eru vonandi góði tímar framundan. Sólin er farin að hækka á lofti og smitum er að fækka. Þannig að við skulum vonast til að við erum farin að bólusetja, þannig að það er ýmislegt gott að gerast. En það eru 6 mál á dagskrá þessa fundar, en þau eru númer 1 fundargerðir bæjarráðs frá 17. og 30. desember, númer 2 fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. desember, númer 3 fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 16. desember, númer 4 fundargerð framtíðarnefndar frá 16. desember, númer 5 fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 16. desember og síðasta mál, eða númer 6, er fundargerð barnaverndarnefndar frá 21. desember. Þá tökum við fyrir fyrsta mál fundarins, eða það eru fundargerðir bæjarráðs frá 17. og 30. desember. En áður en ég gef orðið laust fundargerðirnar vil ég taka til afgreiðslu fyrsta mál í fundargerð bæjarráðs frá 30. desember síðastliðinn, sem er breyting á 11. grein í samþykktum gatnagerðargjöld í Reykjanesbæ í samræmi við lög þar Við samþykktum á þessum fundi breytingu á þessari grein og við afgreiðum þetta sérstaklega, en orðið laust þennan lið fundargerðarinnar. Það er enginn sem kveður sér ljós undir fyrsta lið fundargerðarinnar. Þeir sem samþykkja þetta fyrsta lið fundargerðarinnar biður að gefa merki
Gunnar Þórarins. Ég sé ekki hendi frá þér. Gunnar Þórarinsson, ertu með? Þá getur bæjarfulltrúi, ég sé nú ekki að Gunnar Þórarinsson hafi greitt atkvæði en við höldum áfram fundinu, þetta þá allavega samþykkt 10-0 og ég gef þá orðið laust fundargerðirnar að öðru leyti. Ef að þið vildi vera svo væn að taka niður hendurnar aftur á nýja leik svo að við sjáum hverju það eru sem eru svo að biðja orðið undir fundargerðum bæjarráðs. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Nei, Anna Sigríður. Já, forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég kem undir fundargerð bæjarráðs frá 30. desember. Mál númer 4, erindi frá knattspyrnudeild Keflavíkur. Kemur ekki á óvart þótt að íþróttafélögin séu í einhverju vandræðum, fjárhagsvandræðum eftir árið í fyrra. Það hefur örugglega verið erfitt fyrir mjög marga og ég er bara ánægð að sjá að bæjarstjórinn ætli að afla sér upplýsinga stöðu íþróttahreyfingar í Reykjanesbæ. Við erum með mjög margar íþróttagreinar í bænum og það þarf bara að taka stöðuna og sjá hvernig gengur hjá öllum og endurmeta bara í rauninni hjá öllum deildum og skoða hvernig við förum inn í nýja árið því að það er náttúrulega mjög mikilvægt að börnin okkar geti stundað íþróttir og það eru góða fréttir að hvatagreiðslur eru að hækka og við viljum hvetja öll börn til að stunda íþróttir en við þurfum líka að styðja deildirnar. Svo varðandi annað mál, númer 6, aðgangsseyrir í menningarhús. Menningar- og atvinnuráð lagði til að það yrði engin aðgangsseyrir að söfnunum í janúar til mars. Ég vona bara svo sannarlega að fólk fari að komast út úr húsum og kíkja á einhverja menningu núna ef að allt fyrir að skána hjá okkur, þannig að þetta er bara jákvætt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, orðið laust. Bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil nú byrja því að óska bæjarfulltrúum gleðilegs nýs árs og þakka fyrir þau gömlu. Aðeins út af þessu sem að bæjarfulltrúi Anna Sigríður var að nefna, þá er málið í vinnslu núna hjá íþrótta- og tómstundafulltrúa sem hefur þegar sett sig í samband við Keflavík íþróttaungmennafélag og ungmennafélag Njarðvíkur og IRB og beðið þá og þau forsvarsmenn þessara félaga að taka saman stöðuna helst og ég óska eftir því að þetta er helst brotið niður á deildir þannig við fengjum glögga mynd og hann hefur þegar farið fram á það og ég þykist vita að hann sé verið þá að vinna að því að taka þetta saman og síðan verða þessir aðilar væntanlega boðaðir til fundar við íþrótta- og tómstundaráðið miðjan janúar þar sem að farið verður yfir málin og við fáum svo upplýsingar af þeim fundi eða þegar þeirri umræðu og samantrekti lokið. Og ættum við að hafa svona nokkuð glögga mynd af því hver staðan er. Takk fyrir þetta, orðið laust. Anna Sigríður, þetta er ennþá, takk. Það er ekki fleiri sem að hafa óskað eftir að fá orðið undir þessum lið. Við geta samþykkt fundargerðir bæjarráðs frá 17. og 30. desember eru beðið þá að rétta upp hendi. Hún er samþykkt og enn á ný sé ég ekki neitt frá Gunnari Þórarinsinni. Gunnar.
Er ykkur vandamál með að greiða atkvæði? Ef svo að menn get ekki sett upp hendina að senda þá frá sér skilaboð hér á spjallinu þannig að við fáum einhverja vísbendingu álit bæjarfulltrúa á fundargerðunum. Ég hef fengið vísbendingu frá einum. Það komið, þetta samþykkt 11-0 og þá getum við snúið okkur á næsta lið sem þá fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. desember og að venju þurfum við að samþykkja nokkra liði sérstaklega og fyrstur af þeim liðum liður númer 2 sem Birkiteigur númer 8 breyting á bílskúr í íbúðarrými. Orðið laust þennan lið. Það enginn sem kveður sér hljóðs undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 2 beðin að gefa merki. Það komið, hann samþykktur 11-0. Þá var það þriðji liður fundargerðarinnar sem Hával 21, viðbygging, orðið laust þennan lið. Það enginn sem kveður sér hljóðs undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 3 beðin að gefa merki. Hann samþykktur 11-0 og þá var það liðið númer 4, Kirkjugarður í Njarðvík, orðið laust þann lið. Það enginn sem kveður sér hljóðs undir lið 4. Þeir sem samþykkt geta lið númer 4 beðin að gefa merki. Hann samþykktur með öllum atkvæðum, 11-0. Og þá er það liður númer 5 sem Borgarvegur 30, breyting á bílskúr, niðurstaða grenndarkynningar, orðið laust þennan lið. Það enginn sem kveður sér hljóðs undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 5 í fundargerðinni beðin að gefa merki. Hann samþykktur 11-0 og þá er það síðasti liðurinn sem afgreiða þar sérstaklega, eða 9. liður, Iðavellir 10, stækkun og byggingarreit. Orðið laust þennan lið númer 9. Það enginn sem kveður sér hljóðs undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 9 beðin að gefa merki. Og hann samþykktur 11-0 og þá fundargerðin til umræðu að öðru leyti, orðið laust fundargerðin að öðru leyti. Það enginn sem kveður sér hljóðs undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. desember beðin að gefa merki. Takk fyrir þetta ágæta bæjarfulltrúar. Hún samþykkt 11-0 og þá erum við komin að þriðja lið sem fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 16. desember. Orðið laust. Nú bið ég alla að taka niður hendur þeir sem voru að greiða atkvæði og ekki búin að biðja orðið. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég byrja því að óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs og farsældar á nýja ári. Vonum þetta ári verði betra en það síðasta.
Mér langar nú aðeins að fara yfir þessa fundargerð, löng fundargerð hjá menningar- og atvinnuráði. Það kannski ekki sérstakt ég vil nefna en menningarstefnan núna í umsögn annarra ráða hjá Reykjanesbæ. En ég vil kannski fyrst og fremst nota tækifæri og þakka starfsmönnum menningarstofnana í bæjarfélaginu sem hafa staðið sig með miklum sóma að halda úti starfsemi á erfiðum tímum á netinu og sérstaklega vekja athygli á síðustu hátíðinni sem voru jólatónleikar Hljómahallar, þar sem hljómsveitin Valdimar hélt tónleika. Allt verður þetta gengið virkilega vel á erfiðum tímum og vil ég færa starfsmönnum sérstaklega þakkir fyrir það. Í 6. lið var samþykkt að forstöðumaður Byggðasafnsins, Eiríkur Páll, myndi vinna, fara yfir hugmyndir ferlavinnu. Þetta snýst nú aðallega það að þegar ákvörðun tekin að halda gömlu húsi eða rífa, að það færi þá einhvern faglegan ferli og það hefur kannski stundum skort á hjá okkur. Þannig að nú verið að vinna að því og það gott. Það mikið af húsum sem að eldast og við þurfum að meta hvort við halda þeim áfram eða ei. Ánægður með bæjarráð þegar búið að samþykkja að akransheiðir í menningarhúsum verði felldur niður fyrstu mánuði ársins, sem gott mál. Á fundinum var mikið talað atvinnumál og það mun örugglega vera greint betur frá því þegar tíminn líður fram. Það mikið að gerast í atvinnumálum, ýmsar fyrirspurnir og verkefni sem við þekkjum flest ágætlega til, hvort sem það fiskeldi eða slippur eða hvað annars sem það En það var farið og langur tími fór í þá umræðu. Atvinnuleysistölurnar þarf ég ekki að tíunda hér, við vitum öll hvað ástandið alvarlegt og ég vil kannski aftur beina því til okkar ágætu bæjarfulltrúa sem eiga tengingar inn í núverandi ríkisstjórn að þeir skoði það að koma því til skila til þeirri ákvörðun sem við hefum þegar tekið eða þá ósk sem bæjarstjórn hefur þegar tekið að bótatímabilið verði lengt úr 32 mánuðum í 40 í stað þess sem nú Þetta var gert í hruninu og reyndist vel, en það ljóst að ef ekki verður lengingu bótatímabils, þá mun það kosta sveitarfélagið okkar rúmlega 30 milljónir hverju mánuði frá með miðju vori. Þannig að þetta eru stórar tölur og við þurfum sérstaklega aðstoð frá ríkisstjórninni umfram öll önnur sveitarfélög. Við vorum að koma því á framfæri hérna, við stóðum öll að samþykkt í þessu máli og vonandi að við getum hreyft við þessu máli. Það mjög mikilvægt að við gerum það. Meira var það ekki að sinni. Takk fyrir. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar. Gleðilegt nýtt ár og vonandi verður þetta fárlaust komandi ár. Við náum að sjá svona út úr sortunum. Ég ætla að taka undir með Friðjóni og hrósa starfsfólki Reykjanesbæjar fyrir mikla hugmyndaauki í þessum erfiðu tímum. Það eitt verk enn eftir sem á morgun sem 13. nýrri mynd sem verður svona í bíóformi. Það athyglisverð hugmynd og vonandi heppnast hún bara vel eins og Jólagarðurinn og fleiri hugmyndir. Listasafni líka með sína pistla á netinu og streymi frá alls konar viðburðum. Þetta bara mikil hugmyndaauki og bara fyrir að þakka fyrir það. Í þessu starfi okkar þá hefur okkur í Sjálfstæðisflokknum, bæjarfulltrúnum verið svona legið á hálsi fyrir að hafa ekki beitt okkur nóg og ekki komið með tillögur og ekki látið í okkur heyra. Þannig að við erum búin að strengja þess nýársheit að taka á þessu máli og tala þá skýrar þannig að þeirra mála og í þessa fundargerð eru tveir liðir sem við ætlum að taka sérstaklega
fyrir. Það undir 8. lið, atvinnumál, þá ætlum við að bóka hérna eina hugmynd sem kom frá okkar fulltrúa. Þannig að þetta sé þá fært til bókar. Og hef ég þá lesturinn á fundi menningar og atvinnuráðs þann 7. desember síðastliðinn lagði fulltrúi Sjálfstæðisflokksins fram tillögu undir 8. lið atvinnuþróunarstefnu að skoðað yrði og greint hvað þyrfti til að hugbúnaðar eða tæknifyrirtæki velji að byggja upp framtíðar aðsetur í Reykjanesbæ. Og þetta erum við að leggja fram sem bókun og búið að senda hana inn. Í fjárhagsáætlanagerðinni þá var okkur legið líka á hálsi fyrir að hafa ekki komið með neinar tillögur, aðhaldstillögur eða aðra tillögur til að taka á hlutunum. Jafnvel þó að við höfum rætt þær á bæjarráðsfundum og líka bæjarstjórnarfundum. Og síðasti bæjarstjórnarfundur fóru í það að ræða það hvort að við höfum komið tillögur eða ekki. Og þetta er hluti af nýársheituna. Við verðum þá að móta þessa tillögur betur og meitla þetta í stein. Hafandi sagt það, þá man ég heldur ekki eftir að hafa séð einhverja tillögur koma frá meirihlutunum með þeim hætti sem að óskað var eftir frá okkur, að þetta kæmi skriflega og formlega. En láta það liggja á milli hluta. En við viljum aðeins koma inn á þetta með hvaða liður var það aftur. Já. Sem sagt, við lögðum það til í bæjarráði og ræddum það þegar þetta var lagt fram að það væri hægt að fresta ritun sögu Keflavíkur til að spara aðeins. Og það náði ekki inn, þannig að við ætlum aðeins að bóka þetta líka. Og hef ég þá lesturinn. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að ritun sögu Keflavíkur verði slegið á frest 1 ár. Á fundi bæjarráðs þann 10. desember voru lagðar fram nokkra viðbætur við fjárhagsáætlun og þar á meðal var framlag í rætt verkefni. Fulltrúar minnihlutans ræddu þann möguleika að fresta ritverkinu og fékk það ekki hljómgrunn meirihlutans. Þar sem meirihlutinn í Reykjanesbæ og nú síðast hinn ópólitíski bæjarstjóri hafa fullyrt það í ræðu og riti að engar hagræðingartillögur hafi borist frá minnihlutanum í fjárhagsáætlanagerðinni er tillaga að fresta ritun sögu Keflavíkur nú lögð fram formlega. Bókun lýkur og er búið að senda hana inn og við munum rita undir hana. Annars er ég bara góður og tek undir líka með Friðjóni að þetta er heilmikill verkefnalisti sem að liggur alltaf fyrir þessu ráði. Og ég loki máli mínu. Takk fyrir þetta, Baldur. Orðið laust. Þarna var bæjarstjóri í sjónarminn og undan. Kjartan, gerðu svo vel. Kjartan, þú ert á mute. Fyrirgefðu. Ég sagði forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara vekja athygli á því að ég hef óskað eftir því sem fulltrúi Reykjanesbæjar í samráðsnefnd ríkis og sveitarfélaga sem var endurskipuð af sveitarfélagunum á beiðni ríkisins núna í haust og í sitja fyrir hönd sveitarfélagana bæjarstjórar Grindavíkur og Suðurnesjabæjar ásamt framkvæmdastjóra SSS og svo bæjarfulltrúar úr Vogum. Að það hefur einungis verið haldinn einn fundur í þessari annars ágætu þessu samráðsvettvangi og ég hef óskað eftir því núna við formann nefndarinnar sem er aðstoðarmaður ráðherra samgöngu- og sveitarstjórnarmála að það verið kallaður saman annar fundur sem fyrst og þar verði þessi tillaga okkar eða ykkar
það er að segja bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og bókun mikilvægi þess að lengja í hámarkstíma atvinnuleyfisbóta tekin fyrir sérstaklega og rænt. Og ég á ekki vona öðru en að orðið verði við því, en þetta er einmitt vettvangur fyrir svona hluti því að ég hef átt í ágætum samskipti við þingmenn kjördæmisins út af þessu, svona nokkra af þeim, alls ekki alla en eitthvað af þeim. Ég hef sendt þeim öllum beiðni og póst og þessar bókanir ykkar og bæjarstjórnar og okkar allra, en einhverjir hafa svarað og einhverjir hafa ekki svarað og svörin eru mjög óljós. Sumir segja að eigi að gera eitthvað í þessu, aðrir segja að hafa komið tillögur sem hafa verið felldar og svo framvegis, þannig að það virðist vera eitthvað svona annaðhvort málið til umræðu og meðferðar og okkur ekki ljós hver tillagan eða hver væntanleg niðurstaða verður. En ég er að vonast til að með því að ræða málið þarna þá fáum við einhverja skýrari mynd á hvort og þá hvað er verið að gera í þessari ósk okkar, ef eitthvað, og að formaðurinn sem er eins og ég sagði aðstoðarmaður ráðherra, að hann geti þá dregið saman eða fengið upplýsingar út úr stjórnkerfinu hjá ráðherranum eða ríkinu. Vildi bara að þið vissu þetta. Síðan vil ég bara vegna 13. gleðinnar að vekja athygli á að hún verður á öðrum stað í ár. Það er ekki verið að safna bílum saman niður á Bakkalág eða niður við eins og það sem brennan hefur verið við Ægisgötuna, heldur er núna verið að tala hlíðina, það sem þriðja áfangi hlíðahverfisins verður. Þannig að menn getur þá komið á bílum og lagt þarna á bílastæðana við núverandi æfingasvæði, grasvöllina og þar og hort upp í hæðina. Þannig að bara hafa komið fram. Takk fyrir. Takk fyrir það. Það eru einhverjir fleiri að bætast á mælendaskrá. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, komið sæl öll og blessuð og gleðilegt ár og takk fyrir samstarfið. Það olli mér alveg virkilega miklu vonbrigðum að heyra þetta sem var verið að ræða hér áðan. Það er vegna þess að ég er algjörlega ósátt við það að við höfum ekki komið með neina tillögur. Og ég verð nú að játa það og ég ætla bara að tala hreinskilnilega og ég er mjög hreinskilin og hef alltaf gert það. Að bæjarstjóri hafi komið með þetta innlegg sitt á gamlársdag sem kom mér alveg gjörsamlega á óvart vegna þess að það er ekki rétt og hann veit það sjálfur að við höfum ekki komið með neina tillögur. Ég er nú að vonast til þess að við getum unnið saman og betur á þessu kjörtímabili sem við erum að vinna saman. Ég hef komið með tillögur og ég kom með tillögu og hann veit alveg mæta vel sjálfur að ég kom með tillögu. En við skulum bara reyna og ég ætla rétt að vona það að við getum unnið saman. Við komum með tillögur, ég veit ekki hvernig hann hefði viljað betur fá þær útfærðar en það er nú bara þannig að við komum með ákveðnar tillögur og við þurfum ekkert að vera öll sammála, enda líka við í minnihluta og meirihluta. En staðan er þannig að ég er ekki sátt við það sem að er búið að koma fram og sérstaklega hjá bæjarstjóra. Bæjarstjóri er kjörinn, ég er kjörinn fulltrúi, bæjarstjóri er ráðinn. Og ég er bara ekkert sátt við það að hann skuli koma hér upp og segja það að ég hafi ekki komið með neina tillögur vegna þess að hann veit það að ég kom með þær og þið vitið það öll, bæði, bara öll sömul. Þannig að já, við skulum bara rétt að vona það að við getum sameinast í því að taka á þetta stóra verkefni sem við eigum í dag. Það er það að koma sveitarfélaginu okkar aftur til hvað ég að segja, við ætlum bara að reyna að koma sveitarfélaginu aftur á í góðan farveg. Við erum bara alls ekki á góðum stað í dag. Við erum með því líka atvinnuleysið og það er ekki gott
og við vitum það öll og við erum með mesta atvinnuleysi á Íslandi á meðan að við getum ekki öll staðið saman og að það þurfi að koma eitthvað svona skítkast og ég vil segja þetta bara hafi verið skítkast. Það finnst mér sorglegt á síðasta degi ársins en ég ætla allavega að horfa fram á veginn og ég hef alltaf tíð verið jákvæð og ég hef alltaf tíð sagt sannleikann en ég kom með tillögur með bara til dæmis sögukeflavíkur. Það hefði alveg mátt fresta henni um 1 ár. Að mínu mati hefði mátt gera það. Það eru margar tillögur sem við komum með og ég kom með þessa tillögu, hvað varðar stjórnsýsluna og annað, en það var ekki hlustað á það og það var bara gert grín að mér, en það er allt í góðu lagi. Ég ætla að standa við það sem ég segi og ég ætla nákvæmlega að segja eins og þú, Kjartan Már, herra bæjarstjóri, sagðir, þú stendur við þitt og þú stendur við það. Ég ætla líka að standa við mitt það sem ég er að segja. Ég stend við það að ég kom með tillögur og ég ætla að segja það að við getum, ef viljinn er fyrir hendi, þá hljótum við að geta öll unnið saman. Þú ert ráðinn bæjarstjóri og af hverju þarftu að vera að ráðast á kjörin fulltrúa? Ég bara spyr. En þetta er bara staðan. Við skulum rétt vona það að á nýju tímabili að við getum farið inn í nýtt ár og reynt að vinna sameiginlega að öllum okkar málum sem við viljum að ná í gegn. Það er að segja að lyfta sveitarfélaginu okkar upp og að sveitarfélagið okkar verði með betri stöðu heldur en við erum í dag. Og ykkur að segja, þá sit ég í stjórn Jöfnunarsjóðsins. Þið komið með mál inn til Jöfnunarsjóðsins. Ég er að berjast fyrir okkar sveitarfélagi þar alla daga. Þegar ég mæta þá fundi. En það er einhvern veginn eins og það sé þannig að þið virðið mig alls ekki. Og, já, þið eru bara alls ekki að gera það. Þetta hefði kannski betur átt að eiga heima á fundi bæjarráðs. En nú er mér bara algjörlega gjörsamlega sama vegna þess að ég er áhugavaldfulltrúi í bæjarráði, og allt það sem ég segi, það er alls ekki virt. Þannig að þetta er mín skoðun og ég bara segja það að ég ætla rétt að vona það að við getum farið að vinna betur saman og allir virði hvort annað. Við erum eitt sveitarfélag, við erum að reyna að vinna saman og við ættum að gera það í þessari stöðu sem staðan er í dag. Með allt þetta atvinnuleysi, reynum að vinna saman og hafa vinnu. Ágætu bæjarfulltrúi, hvað varð bæjarfulltrúan? Hún skrifaði áðan á spjallið þegar fundurinn var að byrjast að hún ætti í einhverjum erfiðleikum og væri stundum að detta út. Ég held að við verðum aðeins að hingra og sjá hvort hún dettur ekki inn aftur, því að viðkomandi bæjarfulltrúi er með orðið. Ég held að sé ekki rétt að halda áfram á meðan að viðkomandi bæjarfulltrúi er ekki á staðnum því að í hennar orðum felast ávirðingar sem að ég gerir ráð fyrir einhver að við vilji svara og eðlilegt og rétt að hún sé þá stödd á fundinum. Er einhver með vitneskju
hvað er að gerast þarna. En ágættu bæjarfulltrúar, við getum ekki dvalið við þetta lengi. Ég myndi vilja leggja til, ef að það er ekki ykkur á móti skapi, að við geymum frekari umræðu þennan lið. Og ég sé að það voru 2 komnir á mælendaskrá sem eru Friðjón Einarsson og bæjarfulltrúi. Og síðan liggur fyrir tillaga frá bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem þarf að afgreiða. En ég tel eðlilegt að við frestum umræðum þennan dagskrárlið þar til að fundurinn er fullmannaður og við vindum okkur í næsta lið sem er þá fundargerð framtíðarnefndar frá 16. desember, ef að enginn hreyfir andmæli við því. Afsakið fundarstjóri, ég náði símasambandi við Margréti en hún tengist ekki aftur en er að reyna að komast í gang og sammála frestum þessa máls í bili. Og ég vil minna formann bæjarráðs á það að hér er engin fundarstjóri heldur forseti á störfum. Forseti, afsakið. En þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir 4. lið fundargerðar sem er fundargerð framtíðarnefndar frá 16. desember og orðuðlaustur fundargerð framtíðarnefndar. Margrét Sanders hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Margrét. Forseti, góði gestir. Ég vil óska ykkur öllum gleðilegs árs og þakka fyrir beðið ár. Ég kem hérna undir fundargerð framtíðarnefndar frá 16. desember síðastliðinn og við erum með 2 bókanir, sjálfstæðismenn undir framtíðarnefnd. Og það er annars vegar bókun vegna 3. liðs framtíðarnefndar og þar er fjallað umhverfisstefnu Reykjanesbæjar og bókunin hljóðar svo og hefur verið send til ritara. Umhverfisstefna Reykjanesbæjar, og með leyfi forseta, þá les ég upp bókunina. Umhverfisstefna Reykjanesbæjar hefur verið til umræðu hjá umhverfis- og skipulagsráði síðan í febrúar og framtíðarnefnd síðan í maí. Umhverfisstefnan var til umræðu í framtíðarnefnd á 9., 10., 11., 13., 14. og 15. fundi framtíðarnefndar. Auk þess var sameiginlegur fundur með umhverfis- og skipulagsráði í desember. Á 15. fundi framtíðarnefndar er skráð í fundargerð hver næstu skrefið að vera. Umhverfis- og skipulagsráð hefur frá því í febrúar unnið að umhverfisstefnunni og hefur stefna verið tekin fyrir á 4 fundum þess ráðs auk sameiginlegs fundar. Ráðgjafar frá Circular Solutions hafa mætt nokkrum sinnum á fundi nefndanna. Vegna ofangreinds þá spyrjum við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og óskum eftir svörum á næsta bæjarstjórnarfundi. Númer 1. Hver ber ábyrgð á gerð umhverfisstefnu Reykjanesbæjar? Númer 2. Hvert er hlutverk ráðgjafa í þessu ferli? Númer 3. Hver er heildarkostnaður sem greiddur var til ráðgjafa vegna umhverfisstefnu árið 2020 og hver er áætlaður kostnaður 2021? Númer 4. Var gerður samningur við ráðgjafa vegna vinnu við umhverfisstefnu? Og númer 5. Hvenær er áætlað að vinnu við umhverfisstefnu ljúki? Þetta er sem sagt bókun okkar vegna 3. liðs og við erum einnig með aðra bókun sem er sett fram í ljósi ummæla ópólitísks bæjarstjóra og hefur mikið verið til umræðu allt árið og líka í fjárhagsáætlun, bæði ekki bara hjá sjálfstæðismönnum heldur frá öðrum minnihlutaflokkum. Bókunin er hljóðandi með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að framtíðarnefnd verði lögð niður. Þessari hugmynd hefur verið haldið á lofti allt frá því að þær skipulagsbreytingar sem meirihlutinn stóð fyrir voru kynntar. Einnig var það kynnt í ræðum
undirritara bæjarfulltrúa við undirbúning fjárhagsáætlunar. Með þessari bókun vil við fylgja eftir okkar margræddu tillögu með formlegum hætti. Baldur Þ. Guðmundsson og Margrét Sanders. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og ég gerir ráð fyrir að það verði bara farið í að afla svara við þessum fyrirspurnum sem hér hafa komið fram. Ég sé að bæjarstjóri hefur beðið um orðið. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég velti fyrir mér hvort að þessi status sem að ég skrifaði á Facebook og gamlástag eigi að ræðast undir öllum málum á fundinum í dag, öllum fundargerð. Ég veit ekki til þess að hann sé yfir höfuð bara hluti af dagskrá fundarins, en ég alveg tilbúin í umræðuna ef að menn vilja taka hana, sko. Og ég bara spyr forseta, þetta mál á dagskrá núna? Ef svo þá ég tilbúin í umræðuna, ef ekki þá skal ég virða það. En vegna þess að það hér tuggið á því endalaust að ég sé ópólitískur bæjarstjóri, þá það alveg rétt. Ég hef ekki verið í stjórnmálaflokki í rúman áratug, en ég ekki hvorki skoðanalaus, né skaplaus, eins og bæjarfulltrúar vita sem að þekkja mig. Og ég áskil mér rétt, verandi sá sem að leiðir vinnu við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar, að hafa á því skoðanir hvernig farið með það ferli og hvernig það rætt og fjallað Svo geta bæjarfulltrúar vegið og metið hvort þeir taki yfir höfuð mark á því sem ég segi, en mér heyrist svona á þeim viðbrögðum sem að hér hafa komið fram í dag að menn sé að taka mark á því. Nú að koma fram tillögur sem að eru alveg hreinar og beinar, hægt að segja já eða nei að greiða atkvæði Ég vil bara bæði þakka fyrir og fagna því. Takk. Takk fyrir þetta, herra bæjarstjóri. Ég vil kannski bara vegna orða bæjarstjóra núna að hvort að þetta sé á dagskrá, þá ákvað forseti að fresta umræðu undir síðasta lið vegna þess að þar hafði verið viðhorf af hálfu bæjarfulltrúa sem að datt síðan út af fundinum og ég vildi þá ávarpa fundin allan þegar við varum öll til staðar á fundinum. Ég aftur á móti sem forseti á erfitt með að leggja fólki orð í munn og þegar að fólk notar orð eins og óflokks pólitískur bæjarstjóri þá veit ég ekki hvað fólk ætlar að segja en ég vil hvetja til þess að við séum að taka umræðuna þar sem hún á heima. Og það kom margt fram í undir síðasta lið þar í máli bæjarfulltrúa sem á hreinlega ekki heima undir þessum lið. Þess vegna hafði ég nú óskað eftir því að við frestuðum þeim lið til þess að geta farið hans yfir það. En ég vil auðvitað bara biðja bæjarfulltrúa að skoða það hvernig framsetning á málum. Kannski minnihlutunum upplifa það að bæjarstjórinn sé genginn í lið með meirihlutunum, enda hann ráðinn af meirihlutunum. En ég skil ekki alveg sjálfur þessa orðræðu þennan óflokksbundna bæjarstjóra sem að nema þá til þess að reyna að gera lítið úr honum. En fólk verður þá bara að eiga það við sig. En Friðjón Einarsson hefur beðið orðið. Forseti, kæra þakkir. Ég skil ekki alveg þessa umræðu og mér finnst þetta form á umræðinni vera ekki gott og með einhvers konar lítilsvirðingar tón í bókunum eins og hérna hefur komið fram hvað bæjarstjóra finnst mér ekki til fyrirmyndar. Ég vil líka nefna annað að við höfum nokkuð sinnum rætt það að þegar að fulltrúar í nefndum hafa skoðun þá finnst mér að ansi sérstakt að í stað þess að ræða sína skoðun innan nefndana sem þeir sitja í að þá noti menn frekar þennan vettvang að koma með bókun í bæjarstjórn. Ef við að komast að samkomulagi í nefndum hin ýmsu málefni, hvort sem það inn í menningar- og atvinnuráðs
eða hvort að það sé inn í framtíðarnefndinni, menningar og atvinnunefndar ásakið, eða hvaða nefnd nú sem það þá finnst mér eðlilegt og sjálfsagt að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í þessum nefndum ræði þessar hugmyndir sínar innan þeirra nefnda sem þeir eru fyrst. Þetta eru fagnefndir bæjarfélagsins og mér finnst það mjög sérstakt að til að mynda að við heyrum af þessari skoðun þeirra fyrst inn í bæjarstjórn. Þetta er ekki fyrst skipti og ekki síðast skipti sem þetta gerist og mér finnst það mjög undarleg vinnubrögð vegna þess að mjög sennilega hefur allir samþykkt í því ráði sem ég veit í forstöðu þessa hugmynd. Og ég skil ekki alveg þennan tilgang í stað þess að vera virkir umræðendur í nefndunum og bera ábyrgð sjálfir á þeirri umræðu að þá finnst mér þetta mjög sérstakt. Og mér finnst þetta ekki til fyrirmyndar þegar verið að ræða samstarf. Annars sem ég vil nefna í dagskrá framtíðarnefndar kemur fram að nefndin áformar að skila af sér umhverfisstefnu til annarra ráða og nefnda hjá bænum í lok janúar 2021 og síðan fer hún beint til bæjarstjórnar, svo það komi hér fram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Baldur Guðmundsson. Já, takk fyrir. Aðeins að koma inn í þessa umræður. Þess að þetta er orðin svona hálfgerð hringhenda, þessu rökræða. Við eigum, svo bara vitni í fyrir Jón, við eigum sérst að ræða hlutina í ráðunum. Gott og vel. Við erum búin að vera að ræða hlutina í bæjarráði fram og tilbaka í minnihlutunum. Við höfum verið með í umræðunni, viðrað alls konar hugmyndir, komið með tillögur, en af því að við skrifum það ekki niður, þá er verið að berja á okkur með því. Þið komið með ekki neitt er sagt. Þannig að hvernig ósköpunum getur það verið skrítið að ramma inn þessar hugmyndir og setja þær á blað og bóka þær. Ef að umræður okkar í ráðunum, hvort sem það bæjarráð eða einhver önnur ráð, heyrast ekkert. Það er ekki tekið mark af því og gert lítið úr okkur á bæjarstjórnarfundum með því að segja þið gerðu ekki neitt, þið sögðu ekki neitt. Svo þegar við gerum það, að bóka þetta, að ramma þetta inn, leggja þetta fram til umræðu, þá er það alveg fáránlegt. Hvers slags hringhenda er þetta orðið? Ég er allur fyrir það að vinna samkvæmt því sem að Friðjón er að leggja hérna upp með, að hlutinni séu ræddir, að við komumst að niðurstöðu með því að ræða hlutina fram og tilbaka. En þegar það skilar ekkert árangri og okkur legið að hálsi fyrir það að hafa ekkert fram að færa, þá gerum við þetta með þessu hætti og því hefur líka verið að benda okkur á það. Tala fyrir því að við leggjum fram konkrétt tillögur, hafa það skriflega og annað. Svo gerum við það og þá er þetta viðbröðin. Come on, sko. Ég allavega lokið máli mínu bíli, ég næði þess ekki, sko. Takk fyrir þetta, Baldur. Ég vil bara benda á það að það er enginn að gera athugasemdir við það að séu lagðar fram bókanir hér. Og ég held að það séu bara af hennu góða. Ég myndi ekki reynda gjarna vilja fá sendar tillögur ef á að bera þær upp á fundi, þannig ég hafi þær skriflegar svo ég viti hverju þær eru, svo ég geti borið þær upp. Og þannig að ef einhver vildi vera svo vænn að senda mér þessa tillögur sem að komin frá sjálfstæðismönnum, þá myndi ég þykja það gjarnan svo að hægt sé að lesa hann upp hérna á eftir. En ég held að við hljótum bara að taka undir það að fólk leggi fram bókun og skýri sitt mál í bókun eða komi þá með tillögu sem að hægt þá að taka afstöðu til, og eins og bæjarstjórinn nefndi hérna áðan, bara hann fagnar því að það komi tillaga,
við getum þá tekið afstöðu til tillöguna hvort sem hún samþykkt eða felld. Þannig að við erum ekki að vera viðkvæm fyrir því og það enginn að gera athugasemd við það og ég skil nú ekki þennan málflutning Baldurs um að við séum að gagnrýna það. Það bara allt í góðu. Menn er að gera athugasemdir við það orðfæri sem að hér hefur verið viðhaft sem að minni hyggju bara lítilsvirðing við æðsta embættismann sveitarfélagsins og það það sem við erum að gera athugasemdir við. Fögnum að sjálfsögðu bókunum og tillögur sem hægt að taka afstöðu til. En Jóhann Friðrik hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og íbúar sem að heima sitja. Ég vil byrja á því að óska ykkur og íbúum sveitarfélagsins gleðilegs nýs árs. Þessi fundur hefur að mínu viti þróast í sérstakar áttir og það svo sem bara eins og gerist og gengur í bæjarstjórn. Ég finnst svona í ljósi umræðunar vert að koma hérna inn á nokkur mál sem hafa komið fram í máli bæjarfulltrúa. Fyrst kannski ber að nefna að ég teku þetta bara ábyrgð mína sem kjörinn fulltrúi í sveitarfélaginu mjög alvarlega. Ég sit líka í meirihluta þannig að það hefur nú verið meirihlutans að ráða bæjarstjóra og ef mér minnir rétt þá held ég að hann hafi nú verið samþykktur sem bæjarstjóri af öllum í bæjarstjórn hefur staðið sig einstaklega vel. Ég ger engar athugasemdir við það að bæjarfulltrúar hafi skoðun á einhverju sem að bæjarstjóri setji fram eða eftir atvikum aðrir bæjarfulltrúar. Mér finnst það bara mjög eðlilegt. Og ef ég þekki bæjarstjóran rétt, þá á hann ekki í neinum erfiðleikum með að svara fyrir það sem hann ber á borð, hvort sem það á þessum vettvangi eða öðrum. Ég eftir móti geri verulegar athugasemdir við það, forseti, að mér skilst fésbókarfærsla bæjarstjóra sé hérna orðið aðalatriði. Ég finnst það eitthvað sem þurfi þá bara að koma á næsta fundi á dagskrá fundarins. En mér langar að koma inn á bókanir Sjálfstæðisflokksins. Byrja á því að segja það að ég hef bæði sem forseti og bæjarfulltrúi alltaf fagnað því þegar það hafa komið fram bókanir eða tillögur frá bæjarfulltrúum. Gildi þá einu hvort að það er frá minnihluta eða meirihluta. Og allir sem að sitja þennan funda ætti að vita það. En ég væri nú síðastur til þess að fara að draga úr því. Þarna er meðal annars verið að nefna umhverfisstefnuna og hverjir bera ábyrgð á umhverfisstefnunni. Og það er góðgjaldarvert og ég tel bæjarstjórn bera ábyrgð á umhverfisstefnum bæjarins eins og öðrum stefnum sem við vinnum að í sameiningu og yfirleitt í mjög góðri sameiningu og það hefur nú verið í gegnum tíðina sú aðferð viðhöfð að hafa fleiri heldur en færri nefndir eða ráð bæjarins sem að koma að slíkum stefnum og síðan eru þær teknar til umræðu á fundum bæjarstjórnar í tvígang áður en þær eru samþykktar. Þannig að okkur gefst vonandi tækifæri fljótlega til þess að ræða þær á þessum vettvangi. Það er alveg rétt að það hefur verið íþyngjandi að koma saman fjárhagsáætlun fyrir það ár sem nú er rétt nýbyrjað, enda óvissan mikil. En það fór gríðarlega mikil tími í það, bæði að hálfu minnihluta og meirihluta og ekki síst starfsmanna sveitarfélagsins, að fara yfir fjárhagsáætlun. Og það var auðvitað ýmislegt að rætt og það er alveg rétt. En það komu engar mér að vitandi konkrét tillögur niðurskurð sem hægt var að vinna út frá. Og það er bara veruleikinn sem blasir við. Ef að við sjáum þær koma fram núna, þá bara fagna ég því. Það er bara hið besta mál. Nú sýnist mér bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir, herra forseti, ekki vera komin inn á fundin. Ég ætla að get ekki beint máli mínu eða rætt hennar framlag hér á fundinum. En vísa sjálfsögðu bara máli mínu til þín og var ánægður með að þessu máli hafi verið frestað en það virtist að vera að fara í einhverja ógöngur og velti fyrir mér hvort það þurfa að fresta því máli jafnvel bara til næsta fundar en það er sjálfsögðu forseti sem að tekur ákvörðun það. Nú,
Þessi títt nefnda framtíðarnefnd hefur auðvitað sjálfsögðu oft verið til umræðu, það er alveg rétt. Og er að ræða nýja nefnd á vegum sveitarfélagsins. Tilraun til þess að rýna fram í tíman og ég hef nú sagt mína skoðun á bæjarstjórnarfundum í gegnum tíðina eða undanfarin ár framtíðarnefnd. En hún er ekki tafin yfir gagnrýni, frekar en annað sem að minnihlutinn eða meirihlutinn að setja fram hverju sinni. Við höfum samt áður að mínu áliti farið svolítið út af sporinu hvað varðandi samvinnu og ég held að við ættum að hugsa það núna í byrjun þessa árs, þar sem að árið sem var að líða hefur verið verulega íþyngjandi fyrir okkur á öllu leyti. Ég tala örugglega ekki bara fyrir sjálfa mig í því og leita leiða til þess að reyna þá að auka samvinnu ef það er mál manna að þessi skortur á henni. Ég get samt sem áður á árinu 2020 nefnt fjölmörg mál þar sem að minnihluti og meirihluti hafa átt mjög góða samvinnu tíðar mikið fundarhöld, fundarhöld, símtöl, tölvupósta, þar sem að góð mál hafa verið leitt til lykta. Þannig ég vil bara hvetja ykkur til dáða að byrja árið þannig og lík hér með máli mínu. Takk. Takk fyrir það, Gunnar Þórarinsson. Gunnar. Gunnar Þórarinsson, ertu að biðja um orðið? Nei, það næst ekki samband, þá ætla ég að gefa bæjarfulltrúa Margréti Sanders orðið. Forseti, bæjarfulltrúa, góðir gestir. Já, öðru sem er á það brá. Þið fóru mikinn 2014 og ég vona að Gunnar Þórarinsson kom með mitt að því á eftir að ráðinn yrði ópólitískur bæjarstjóri. Og ópólitískur bæjarstjóri átti að vera framkvæmdastjóri bæjarins og vera hafinn yfir pólitísk karp. Það var mikið til umræðu og það er hægt að vitna í margar greinar, margar bæði blaðagreinar og líka aðsendar greinar frá ykkur. Þar sem þið fóru mikið með þetta. Fyrir síðustu kosningar var ég spurð meðal annars hvort ég myndi styðja Kjartan Má og ég sagðist gera það. Vegna þess að ég leita á hann sem ópólitískan bæjarstjóra og taldi hann vera framkvæmdastjóra bæjarins og tók þátt í ráðningu hans. Nú er ég gjörsamlega miður mín yfir því að hafa verið höfðafífli. Höfðafífli vegna þess að það sem að þið sögðuð áðan endurspeglar ykkar skoðun og er einhvað sem ég bara gerði mér ekki grein fyrir og finnst að þið hafi gjörsamlega haft með að fífli. Þið réðuð bæjarstjóra, segið þið. Þið réðuð framkvæmdastjóra bæjarins. Ég hef bara aldrei heyrt annað eins að ópólitískur bæjarstjóri eða framkvæmdastjóri sem á að vera svona rosalega hlutlaus sé ráðinn af meirihlutanum. Þið eru búin að segja það, tveir af ykkur eru búin að segja það og talið þannig. Ástæðan fyrir að við erum að koma núna að það er að þetta við snúist við. Margrét Þórarinsdóttir, bæjarfulltrúi Miðflokksins, ræddi það áðan að bæjarstjórinn bókaði á móti henni þegar hún kom með tillögu varðandi fjárhagsáætlun. Bæjarstjóri, við erum ekkert að ræða einhverja Facebook-affærslu. Við erum að tala ummæli, hvort sem það er á Facebook eða einhvers staðar annars staðar, að þá er bæjarstjóri búin að setja sig í gír með meirihlutanum, þannig að ef það væri kosið í dag, þá væru þið að ráða hann ekki við. Við stóðum að ráðningu Kjartans Más og studdum hann heils hugar, vegna þess sem framkvæmdastjóra okkar allra. En þið megið þá bara eiga hann, eins og ég segi. Það er greinilegt að þetta er ykkar skoðun, þið hafið þessa skoðun, þetta er ykkar bæjarstjóri eins og þið sögðuð áðan. Þið sögðuð það áðan og reynið að taka það tilbaka. Varðandi þessar tillögur, þá í bókun okkar, bókun sjálfstæðismanna út af fjárhagsáætluninni, þá einmitt þökkum við fyrir, tökum sérstaklega fram og þökkum meirihlutanum fyrir alla þá vinnu, 2 laugardaga farið í með fjárhagsáætlun og við stigum þarna inn alveg full af eldmóði, skráðum helling hjá okkur, hvar er hægt að draga saman, hver er hægt að fresta, hvað er hægt að gera, svo tókum við umræðu
og í bæjarráði þar sem ekki teknir upp fundir nótabene, þar komum við með fullt af hugmyndum. Sá sviðsstjóri sem kom einna skýrast fram með hugmyndir af sparnaði, þó hann var ekki hrifinn af því, var framkvæmdastjóri umhverfis- og skipulagssviðs. Þannig að hann kom með beina tillögu til sparnaðar og við ræddum öll saman margar hugmyndir. Þeim var tekið fálega, fyrst hélt ég virkilega að þið væruð að skoða hugmyndir sem komu fram og við vorum að vinna þetta saman. En það sem er bara hreinlega að gera, sem við erum bara að gera okkur grein fyrir, að þessi svokallaða samvinna sem bæjarfulltrúi Jóhann Friðrik, framsóknarmaðurinn, talaði áðan, að í ræðu talað samvinnu, en í orði þetta þannig en ekki á borði. Það engin samvinna. Þið bara ákveðið þetta og þið hafið meira að sagt það. Við ráðum þessu. Þannig að það sjálfsagt og við höfum verið kannski bara svona naív, tala okkur verið að vinna með ykkur, verið að taka umræðina með ykkur, en það ekki þannig og þá bara eðlilegt að við komum þá bara með hugmyndirnar skriflegar og þið bara hreinlega fellið þær. Við eigum eftir að koma með fleiri tillögur sem þið vita að við höfum komið með. Til dæmis Stapaskóli, að fara í ódýrara íþróttahús þó að sé að fullri stærð. Það stóra myndin. Fullt af brauðmólum sem verða mörgum brauðum. Aftur á móti, annað mál, það sem bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson, samfylkingarmaður, ræddi Það að skrýti að koma með bókun sem á að koma fram í ráðinu. Þar erum við bara sammála. Og þetta voru okkar mistök vegna þess að þetta var áður en ummæli komu fram frá ykkur. Að við höfum akkurat að vinna eins og fulltrúi okkar í nefndinni, í menningar- og atvinnuráði, þar sem að hún kemur með þessa hugmynd. En formaður nefndarinnar, Friðjón Einarsson, hefur áður sagt, það bara ekki komið nein tillaga frá sjálfstæðismönnum. Við ræddum í gær og hér eftir skulum við bara glöð koma með bókanir á hvernig einastu nefnd, á hverjum einasta fundi, þannig að það fari ekkert á milli mála hvernig við erum að vinna. Og ég held að það sé bara ágætt. Ég held að það sé bara ágætt að við séum ekki eitthvað að tipla í kringum þetta. Þið eruð meirihlutinn, þið ráðið þessu. Og það bara, og við eigum ekkert að vera að grenja neitt yfir því, það bara svoleiðis, og þið eru bara með ykkar bæjarstjóra, eins og þið sögðuð áðan, og þá það bara á hreinu. Við erum minnihluti og við vinnum bara samkvæmt minnihluta, komið skriflegar hugmyndir sem þið að sjálfsögðu virðist yfirleitt fella. Takk. Takk fyrir þetta. Friðjón Einarsson. Nefna bara örstutt með leyfi forseta að fyrir nokkrum mánuðum síðan þá hóf starfsmaður Súlunnar vinnu við atvinnuþróunarstefnu. Nokkrum vikum síðar kom tillaga frá Sjálfstæðisflokknum í bæjarstjórn að vinni við atvinnuþróunarstefnu sem þá var hafin þegar og á fundi 21. október síðastliðinn var lögð fram greinargerð stöðuna í atvinnuþróunarstefnu vinnunni, hverju við erum að vinna með, áætlaður verktími, áætlaður kostnaður og grunnur fyrir hvað væri svona grunnurinn að þessari stefnu. Það hefur verið mjög góð umræða í nefndinu þetta og það þess vegna sem ég sagði það sem ég sagði áðan og það væri óskandi að svona tillögur kæmu inn í þá umræðu þar sem verið að vinna stefnuna. Ég var ekki í neinu sambandi, eins og halda mætti að svörum bæjarfulltrúa, að ég var að gagnrýna að einhver væri að bóka. Ég sagði að það væri bara gott að fá þetta fyrr þar sem nefndirnar eru að vinna, þannig að við getum unnið saman áfram að þessu. Það hefur verið, varðandi þessa vinnu, atvinnuþróunarstefnu og vinnuna við hana, þá hefur nefndin verið 100% sammála innihaldi í því, allan tíman. Og þess vegna segi ég það hefur verið gaman að því að þessi vinna í gangi að fá þessa umræðu þar, sérstaklega.
Ekki ætla ég að gagnrýna það að fólk sé að leggja fram bókanir á bæjarstjórnarfundum, það dettur mér ekki í hug, það er ykkar réttur. Og það er ekki þannig, mér finnst þér ákveðin misskilningur í gangi að þegar að sá meirihluti sem réð núverandi bæjarstjóra til vinnu, þá Kjartan var ráðinn, var það að við fengum besta manninn og við höfðum verið sammála það, þeir flokkar sem þá voru saman, að engin okkar, oddvita þeirra flokka sem hófu samstarfið 2014 og síðan aftur 2018 myndu taka bæjarstjóra starfið. Það var meginhluti, það er aðalatriðið í þessu máli. Og á engan hátt getum við tekið af bæjarstjórunum réttinn á að koma með tillögur eða bóka hluti sem honum finnst. Það er bara ekki hægt á sama hátt og allir aðrir hafa rétt til. En auðvitað ber meirihlutin ábyrgð á bæjarstjórunum. Minnihlutin gera það ekki. Það er bara svoleiðis. Takk fyrir. Takk fyrir. Er Gunnar Þórarinsson ennþá með hendi á lofti? Gunnar, ertu í sambandi? Ertu að biðja orðið? Get ég fengið ykkur skilaboð það? Ég fæ ekkert að heyra, þá verð ég bara að halda áfram og ég sé að Jóhann Friðrik hefur beðið orðið. Margrét Þórarinsdóttir er greinilega komin inn á fundinn aftur. Og þá gætum við svo sem að klára fundagerðina á eftir þegar umræðu framtíðarnefnd lýkur. En af því að Margrét Þórarinsdóttir er komin inn á fundinn, þá vill bara forseti árétta ákveðna hluti að hér erum við ekki að ávarpa hvert annað á fundi bæjarstjórnar. Fundir fara þannig fram, alveg eins og gerist á Alþingi, að þetta er samtal bæjarfulltrúa við forseta. Og við erum ekki að tala ég og þú, eða við og þið. Samtalið er samtal á milli bæjarfulltrúa við forseta. Og þar að leiðir er verið að tala í þriðju persónu. Og bæjarfulltrúi Margrét gerði það svo sannarlega ekki þegar hún fór í debatt hér bæjarstjórann og talaði alltaf hann sem þú. Þannig bara að fólk átti sig á því hvaða fyrirkomulag á að vera til staðar á þessum fundum. Þetta er ekki samtal tveggja bæjarfulltrúa þetta er samtal bæjarfulltrúa við forseta. Bara ítreka það hér og ég held að við séum komin ansi langt út fyrir það sem við erum að ræða hér þegar að stærstu hluta tímanum fer í það að ræða hvort að þessi bæjarstjóri umræddur sé óflokkspólitískur eða ópólitískur eða flokksbundinn eða hvað eina. Við erum að ræða hér innihald fundagerða og við erum svo sannarlega ekki að ræða aðra hluti en þá. Þannig að ég vil bara ítreka það hér að við erum ekki að ræða önnur mál sem ekki falla undir fundagerðir. En að því sögðu ætla ég að gefa Jóhanni Friðrik orðið. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var nú búinn að biðja orðið áður en að forseti fór yfir svona það sem kannski kom fram í málum mínu áðan. Við myndum halda okkur við málefnir sem að snúa að fundinum og innihald fundagerða. Þannig að ég ætla bara að eiga það inni að tjá mig það sem hefur komið fram varðandi þessi mál. Við höfum eftir að eiga bæjarstjórnarfundi aftur og þá velti ég fyrir mig hvort að þurfi ekki að setja þessi mál sérstaklega á dagskrá. Takk. Takk fyrir það, Jóhann Baldur Guðmundsson. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það sem við erum búin að vera að ræða hérna fram og tilbaka
það er alveg rétt, við höfum bara farið aðeins út af leið, en við erum með, held ég, við erum ennþá undir framtíðarnefnd, forseti, eða ekki. Já, þar erum við með bókanir sem að snerta bara nákvæmlega það sem þetta til umræðu, það sem á dagskrá. Það sem sagt umhverfisstefnan og við erum með bara spurningar þar. Það bara eru lagðar fram og ekkert meira það að segja. Síðan fáum við svör við þeim og getum þá rætt þetta frekar þegar þau svör eru komin. Og ég ekki að tala fésbókarfærslu bæjarstjórans. Ég sagði það í fyrirræðinni að ég vísaði í bæjarstjórnarfundin, þar sem bæjarfulltrúar sem sagt voru að halda því fram að okkar tillögur hafi. Það fannst mér einna verst, að þurfa að sitja undir því að þess vegna erum við bara með nýjan stíl núna og erum að bóka þetta og ég ætlaði með þetta fjalla þessa bókuna því að það var aðeins komið inn á þetta sem nú undir menningar- og atvinnuráðan sem tillagan sem okkar fulltrúi lagði fram. Hún var rædd á fundinum og hún var bara ekki bókuð og við erum bara að bæta fyrir það með því að setja þessa bókun inn og bara eins og rætt hefur verið. Og ég held að ég hafi ekkert misskilið Friðjón, virðulegi forseti. Það var bara að nefna, ég skildi hann þannig að hann hafi verið að tala um að þetta væri óeðlilegt að við værum að bóka svona eftir á þetta, en við erum bara búin að vona ég skýra það út. Að okkur langar að taka upp þessi vinnubrögð fyrir eftir ykkar undirlagi, að við bara bókum meira, þannig að við séum skýrari. Og ég óttaðist þetta þegar við lögðum þetta fram því að það er eins og allt sé í góðu ef við tökum bara umræðinu svona á bæjarráðsfundum og erum kurteis. Leið og við bókum eitthvað, þá eru fjandinn laus og fundirnir verða endalausir. En í þessu framtíðarnefndinni, við erum bara með spurningar og síðan erum við með tillögu sem við margoft rætt, en fullyrt að við höfum aldrei rætt nokkuð skapaðan hlut. Þess vegna erum við að segja það með formlegum hætti, við erum að leggja þessa framtíðarnefnd niður vegna þess að hún ekki að skila neinu, hún ekki skilvirk. Það að vera óskilvirkur ekki eitthvað blótsyrði, heldur bara að lýsa ákveðnu ástandi og einmitt varðandi umhverfisstefnuna, hún búin að vera þvælast þarna á milli ráða. Í mínum huga það óskilvirkt. Þess vegna erum við með þessar spurningar þannig að við getum rætt þetta mál frekar og við erum að gera þetta núna með formlegum hætti. Takk fyrir bili. Takk fyrir þetta. Ég ætla að gera eina tilraun með Gunnar Þórarinsson. Gunnar, ertu nokkuð í sambandi? Nærðu í gegn? Það heyrist ekkert. Einhver lukta vegna virðist bæjarfulltrúinn eiga í erfiðleikum með að láta í sér heyra og glaður myndi vilja gera slíkt. Nær ekki í gegn þá getum við getum ekkert gert í því á miðjum fundi, en Margrét Þórarinsdóttir hefur beðið orðið. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég vil bara byrja á því að biðja afsökunar á því að hvernig ég hef talað til fólks hér. Það nú gott að kenna manni hlutina og allt góð með það. En þar sem að ég hef átt í og eins og þið öll vitið, vegna þess að ég hef átt í miklum netvandræðum og ég alltaf að detta út af netinu. Og það var eitt af því sem gerðist hér áðan, að ég datt út af netinu og Friðjón Einarsson kannski einna manna bestur til að geta stutt mig í því vegna þess að hann hefur sjálfur verið að detta út af netinu. En það sem ég langaði að segja það að
ég styð heilshugar tillögu, eða sem sagt bókun bókun Sjálfstæðisflokksins og það sem Margrét Sanders var að segja. Þetta einhvern veginn, þú veist, við eigum að koma með lausnirnar, við eigum að sitja við borðið og finna út tillögur og koma með tillögur. Við komum með tillögurnar. Ég kom með tillögu eins og þið öll vitið. Hvað var það niðurskurð? En ég get ekki gert neitt meira. Er það ekki, þú veist, þið bara hendið þessu öll út af borðinu og þið hafið bara engan áhuga á því að fá að heyra eitthvað frá okkur. Ég veit ekki hvort ég er að tala réttu málaliði núna eða hvað. Ég vil biðja bæjarfulltrúa Margréti Þórarinsdóttur að taka til orða forseta þegar hann sagði að við erum ekki hér í einræðu við og þið eða ég og þú. Já, ok. Alveg sjálfsagt. Skal gera það. Og við tölum hér í þriðju persónu. Já, engin spurning. En allavega eins og staðan í dag að þá bara vil ég vísa til þess þar sem Margrét Sanders sagði hér áðan. Bæjarfulltrúi Margrét Sanders fyrir Sjálfstæðisflokkinn og ég styð heilshugar þar sem hún var að segja og þetta er bara ótrúlegt hvert við erum að fara núna akkurat á þessari stundu. En ég styð heilshugar undir það að ég undirrituð ekki sammála því að framtíðarnefnd skuli halda áfram. Ég tel að hún geti verið allavega lögð niður tímabundið þangað til við sjáum eitthvað annað. Þannig að ég vildi bara segja það og ég er bara glöð að vera komin aftur inn og ég ætla að vona að ég detti ekki meira út. Þannig að þessi bæjarstjórnarfundir eru kannski ekki alveg að fara eins og ég hefði óskað eftir því að því ég er alltaf að detta inn og út. En svona er bara sumt í lífinu. Þannig að takk fyrir mig. Þetta er það sem ég vildi hafa sagt. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvatt sér ljós undir þessu lið. En það er komið fram tillaga undir fundargerð framtíðarnefndar frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem að forseti vill þá taka til afgreiðslu núna og hún er svohljóðandi. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að framtíðarnefnd verði lögð niður. Þessari hugmynd hefur verið haldið á lofti allt frá því að þær skipulagsbreytingar sem meirihlutinn stóð fyrir voru kynntar. Einnig var það kynnt í ræðum undirritara bæjarfulltrúa við undirbúning fjárhagsáætlunar. Með þessari bókun stendur hér sem er auðvitað tillaga viljum við fylgja eftir okkar margræddu tillögu með formlegum hætti. Og þeir sem geta samþykkt tillögu að framtíðarnefnd verði lögð niður eru beðin að gefa merki. Það eru 4 bæjarfulltrúar sem samþykkja 5 bæjarfulltrúar. Gunnar Þórarins er kominn upp með upprétta hendi. Það eru 5 bæjarfulltrúar sem samþykkja það að framtíðarnefnd verði lögð niður. Þeir sem að hafna tillögunni eru beðin að gefa merki. Og þá ætla ég að biðja þá sem að greiddu atkvæði með þessu að taka niður hendi. Það eru greinilega allt of margar hendur á lofti núna. Gunnar Þórarinsson, ertu að greiða atkvæði bæði með og á móti? Nei, tillagan er felld með 6 atkvæðum gegn 5. Og þá held ég að sé ekkert að vanbúna en að greiða atkvæði fundargerð framtíðarnefndar. Þeir sem samþykkt geta fundargerð framtíðarnefndar eru beðin að gefa merki. Hún er samþykkt, það vantar ykkur að hana. Gunnar Þórarinsson, samþykkir fundargerð framtíðarnefndar.
Hún samþykkt 11-0 og þá vil ég ágætu bæjarfulltrúar bakka tilbaka af því að við áttum eftir að ganga frá fundargerð menningar og atvinnuráðs og þar held ég að umræða hafi verið tæmd en bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir var þar með orðið þegar hún datt út og ég ætla að bjóða henni orðið aftur ef að það eitthvað sem að hún hafði átt eftir að segja þegar hún datt út. Já, þakka fyrir það, herra Guðbrandur forseti. Ég held að við bara munum taka þessa umræðu í bæjarráði. Þannig að ég ætla ekki að hafa neitt það að segja. Ég bara hef lokið máli mínu og ég legg til að við munum hafa umræðu þetta í bæjarráði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta og þá undir þessu liður komin fram tillaga frá bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins svohljóðandi. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að ritun sögu Keflavíkur verði slegið á frest 1 ár. Á fundi bæjarráðs þann 10. desember voru lagðar fram nokkrar viðbætur við fjárhagsáætlun og þar á meðal var framlag í umrætt verkefni. Fulltrúar minnihlutans ræddu þann möguleika að fresta ritverkinu og fékk það ekki hljómgrunn meirihlutans. Þar sem meirihlutinn í Reykjanesbæ og nú síðast hinn ópólitíski bæjarstjóri hafa fullyrt það í ræðu og riti að engar hagræðingartillögur hafi borist frá minnihlutunum í fjárhagsáætlunargerðinni tillaga að fresta ritun sögu Keflavíkur nú lögð fram. Þannig hljóðar nú þessi tillaga þennan einhöfða meirihluta og ópólitíska bæjarstjóra en ég ætla þá að leggja þessa tillögu fyrir fundinn. Þeir sem geta samþykkt það að fresta ritun sögu Keflavíkur eru beðin að gefa merki. Forseti, má ekki ræða tillöguna það? Jú, fyrirgefið þið. Ef að þið hafið áhuga að ræða þessa tillögu frekar þá vil ég bara biðja ykkur að draga hendina tilbaka og þeir sem óska eftir að fá að taka til máls undir þessari tillögu þá það sjálfsagt. Bæjarstjóri, viltu þú tjá þig þetta eitthvað? Forseti, já, ég vil bara benda bæjarfulltrúunum á að það búið að gera samning við ritstjóra verkefnisins. Sá samningur er skuldbindandi okkar hálfu, það ekki uppsagnarákvæði í honum, nema að sé ykkur force majeure staða og það verið að vinna á fullu og það bæði upphæð og tímamörk líka í samningnum. Ég vil bara að þetta komi fram. Síðan annað sem langar að nefna, ef ég má, forseti, að við þurfum að gera greinarmun á því í stjórnsýslunni hvort að ræða bókanir eða tillögur sem eru þá teknar til afgreiðslu og tekin afstaða til tillagna. Það þarf ekki að taka afstöðu til bókana en stundum núna undanfarið þá finnst mér eins og menn ger ekki alveg skýran greinarmun á þessu og að koma með eitthvað sem heitir bókun og þú, forseti góður, réttilega leiðréttir áðan það sem átt að standa tillaga stóð bókun og við séum bara alveg skýr á því hvað við erum að leggja fram. Takk. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri, orðið laust. Það ekki fleiri. Ég vil kannski sem fórst fá aðeins að nefna það að þetta verkefni var afmælisgjöf bæjarfulltrúa til sveitarfélagsins á tímamótum og farið var af stað með fyrir 1 eða 2 árum síðan. Og þetta bara eðlilegt framhald af þeirri vinnu og hér skipuðum við fólk í nefndir og til þess að vinna þessu framgangi þessa verkefnis. Og ég sé sjálfur enga ástæðu til þess að fresta þessu og mun þar af leiðandi greiða atkvæði gegn því að þessu
þessu verði frestað, sérstaklega í ljósi þess að þetta er fyrsti fundur frá því að við samþykktum þetta þegar við samþykktum fjárhagsáætlun. Þannig að mín skoðun hefur ekkert breyst á milli þessara tveggja funda sem að hér ræðir. En þeir sem samþykkja það að fresta sögu Keflavíkur eru beðin að gefa merki. Það bæði fulltrúa að taka niður hendi. Þeir sem að greiða atkvæði gegn þessari tillögu eru beðin að gefa merki. Og þessi tillaga er felld 6-5. Og þá vil ég ágæta bæjarfulltrúar greiða atkvæði fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 16. desember. Þeir sem samþykkt geta fundargerð menningar og atvinnuráðs eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11-0. Og þá er komið að fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 16. desember. Og ég bið bæjarfulltrúa að taka niður hendi. Svo við áttum okkur á því hverjir biðja orðið. Díana Hilmarsdóttir, gerðu svo vel. Takk. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja því að óska ykkur gleðilegs nýs árs og ég vona að þið hafið öll átt góða og gleðilega hátíð í ykkar jólakúlu sem og íbúa bæjarins. Mig langar að koma hérna upp undir lið 4, kannski fyrst að nefna að það er búið að endurnýja samninga við IRB og samstarfssamning við Keflavík Íþrótta- og ungmennafélag og ÖMFN fyrir árið 2021 sem er gott mál. En liðið 4 er áskorun að gera hjólabartapall í Njarðvíkurhverfi og ég vil byrja því að hrósa þessum unga manni, honum gesti í 3. bekk í Akurskóla fyrir frumkvæði og þor að senda henni erindi. Mér finnst þetta persónulega góð hugmynd og að mínu mati, við erum með 3 svæði eða hvað er besta orðið við að 3 stöðvar hérna í bæjarfélaginu okkar sem eru í Keflavík, Njarðvík og svo Ásbrú. Mér skilst, ef ég er að fara með rétt mál, að það eigi að koma útibúð fyrir 88 húsið í Stapaskóla og mér þætti það bara alls kostar ekki slæm hugmynd að þar yrði líka settur einhver lítill krúttlegur hjólabrettapallur. Og svo saman með Ásbrú þar sem að ég persónulega vona að fyrir en seinna muni nýr skóli rísa. Að þar sé einn útibúð fyrir 88 húsið og mögulega líka hjólabrettapallur. Við erum orðin langt stórt og erum enn stækkandi bæjarfélag og við þurfum sífellt að vera á tánum að endurmeta, skoða og betrumbæta bæjarfélagið okkar og innviði eftir þörfum og getu hverju sinni. Svo langar mig líka að koma upp undir lið 7 sem er Nóra-kerfið en Reykjanesbær hefur tekið ákvörðun að taka upp annað kerfi við útgreiðslu á hvatagreiðslum sveitarfélagsins og ég er mjög ánægð með þessa þróun mála. Þetta kemur til með að einfalda hlutina til muna og utanumhald verður faglæra og mig langar einnig að minna á að búið er að hækka hvatagreiðslunar upp í 40.000 fyrir árið 2021. Og svo liður 8 sem er samþætting skólastarfs og íþrótta og tónmál sem að mér hlakkar einnig mikið til að sjá hvernig mun koma til með að nýtast. En það er tómstundabíllinn, það er búið að gera ráð fyrir fjármagni fyrir þetta ár og undirbúningur er í pípunum svo að verkefni geti farið af stað í haust. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Anna Sigríður. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já. Ég kemur undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Bæjarfulltrúi Díona kom inn á marga góða þætti, það er margt mjög jákvætt í þessari fundargerð og mér langar að koma hérna undir síðasta lið, númer 10, lykiltölur í lífi barna. Hafþór Birgisson íþrótta- og tómstundafulltrúi fór yfir nokkrar lykiltölur í lífi barna en þetta er skýrsla sem að Ég bið alla bæjarfulltrúa að hafa
míkrofónin á mute þegar þeir eru ekki að tala inn á fundin heldur við einhverja aðra. Já. Varðandi þessa skýrslu sem Hafþór fór yfir, þá kemur hérna fram í fundargerðinni nokkri þættir eins og við erum að tala um að 25,3% nemenda hafi verið úti eftir miðnætti eða 13,3% nemendur líði illa. Svo eru góðar tölur þar sem að einungis 1% nemenda í 10. bekk sem hefur neytt áfengis síðastliðin 30 daga. Og þetta eru til dæmis eins og síðasta atriði bara frétt sem hefur verið að berast á samfélagsmiðlum að við höfum náð gríðarlega góðum árangri í rauninni grunnskóla á unglingastigi varðandi drykkju og önnur vímuefni. Á síðasta ári þá höfðu við kannski mestu áhyggjur af veip-neyslu meðal ungmenna, bæði þá grunnskóla og framhaldsskólanema. En nú virðist hún vera kannski bara dottin úr tísku. Þær tölur hafa lækkað verulega. Börn eru greinilega ekki lengur eins mikið að veipa og það náttúrulega mjög gott. En þá hefur örlítið áhyggjur af öðru sem kom fram í þessari skýrslu að hérna erum við að tala um grunnskólabörn í 8., 9. og 10. bekk og það verið að spurja hlutfall stúlkna og drengja sem hafa notað nikótínpúða einu sinni eða oftar ævina eða síðastliðna 30 daga í október á síðasta ári. Það kemur verulega óvart að nikótínpúðar sem eru seldir í verslunum þar sem að þú þarft að vera 18 ára til að kaupa þá að óvenju meðal bara beggja kynja sem hafa neytt nikótínpúða. Og ég var hissa á þessi að það voru hærri tölur bæði á stúlkum og drengjum í 8. og 9. bekk heldur en í 10. bekk. Og við erum með mun hærri tölur í þessum fyrri bekkjum, þessum yngri bekkjum, 8. og 9. heldur en öllu landinu. Ég hugsa með mér, getur verið að þetta sé nýjasta tískan í staðinn fyrir veipið. Ég veit það ekki, en ég hef áhyggjur af því vegna þess að það engin lagarammi til þetta vímuefni. Það verið að móta það á Alþingi og það eru landlæknisembættið og lýðheilsumiðstöð hafa talað um að það því miður óvenju hátt magn af nikótíni í púðunum og getur verið algjört eitur fyrir börn. Þannig að ég bara hef áhyggjur af því að óvenju hátt hlutfall ungra barna í grunnskóla að prófa þessa vöru og við áttum okkur öll á því að það eru fullorðnir einstaklingar sem þurfa að versla þetta fyrir börnin. Þannig ég vona svo sannarlega að þetta verði skoðað betur. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Já, það margt jákvætt sem að koma fram hjá Íþrótta- og tómstundaráði og hefur verið nefnt þessi samningur við íþróttafélögin og Nóra-kerfið sem að það verði miklu skilvirkari greiðslur og stuðningu við foreldra og fjölskyldur. En það er tvennt sem að mig langar sérstaklega til að ræða, að það varðandi hjólabrettapallinn, að þá horfi ég á þetta bara svona heildstætt, að það stendur þarna að það verið skoðað í væntanlegum starfshópi skólalóðir í Reykjanesbæ og það verið bara ágætt að fá upplýsingar hvað verið að tala þennan væntanlega starfshóp. Þarna nefnilega áður fyrr var mikið talað innri Njarðvík sem týnda Njarðvík og það var þegar þetta var Njarðvík að þá var innra hverfið fannst að vera út undan og var ekki gert eins mikið fyrir það. Við höfum verið að bæta mjög mikið í innra hverfinu en betur má duga skal og þá kem ég að ég ætla að nefna fyrst að núna finnst mér svolítið týnda hverfið vera Ásbrú og það var birtist mynd í fjölmiðlum eða á netinu fyrirgefið knattspyrnuvelli í Reykjanesbæ og það var einmitt þarna völlur á Ásbrú og mér brá vægast sagt þegar ég sá hann en þetta á fjárhagsáætlun að laga þennan völl eða gera almennilegan völl og
þarna eitthvað sem að við þurfum að horfa á miklu betur og horfa á Njarðvík, Keflavík, Ásbrú, Hafnir og svo framvegis. Þetta eru mörg hverfi og þetta ekki bara skólalóðir. Þetta eru líka bara það sem að íbúarnir eru. Og þá kem ég að því sem að í samþætting skólastarfs og íþrótta- og tómstundastarfs. Þetta var eitt af þessu sem að við lögðum megin áherslu á sjálfstæðismenn fyrir kosningarnar. Að samþætta skólastarf og íþrótta- og tómstundastarf. Og getum fagnað því að menn eru að horfa til frístundabíls en velti fyrir mér hvort að það hafi verið skoðað nægilega vel að íþróttirnar komi til barnanna í staðinn fyrir að barnið fari til íþróttana. Og það hefur gefist mjög vel í sunddeildinni að þeir eru með sundæfingar næstu í hverja einustu sundlaug við skólana þar sem börnin eru þá að koma frá frístund og hlaupa yfir á sundæfingu og svo aftur í frístund. Og það væri eflaust hægt að gera þetta með, ef að það er í samvinnu á milli Keflavíkur og Njarðvíkur, að gera það sama með stærstu íþróttagreinunum, til dæmis körfubolta og fótbolta, ef að það væri möguleiki og við gætum þá styrkt á móti íþróttafélögin, þjálfara íþróttafélaga því að þetta væru eins og starfsmenn frístundaskóla. Þannig að þarna hægt að gera miklu betur. Því að ég hef mestar áhyggjur með frístundabílinn að jú, þetta í fjárhagsáætlun en ég sé fjárhagslega að þetta verður flókið og svo eru menn með mikla væntingar varðandi þennan frístundabíl og ég hef svona áhyggjur af því að menn séu ekki að horfa til að þetta frístundabíl sem mest hugsaður, eins og ég skil það, fyrir yngsta hópinn upp á 4. bekk. Og þá kem ég að öðru sem að mjög ruglingslegt og það þessi samgöngunefnd að ég ekki alveg að átta mig á hlutverki, ég ekki alveg að átta mig á hlutverki samgöngunefndar þegar það til dæmis tekin ákveðnu frístundabíl einhvers staðar annar staðar sem að væri bara gott og þetta góð tillaga og flottur starfshópur og fólk sem þekkir vel til. En ég hefði haldið að ef að kemur tillaga þegar það í gangi starfshópur samgöngur til framtíðar að það myndi ræða eitthvað saman áður en kemur konkrét tillaga að þetta verður þá tillaga beggja nefnda. Við getum ekki verið með nefndir hingað og þangar og sitthvor tillagan kemur fram. Og hvað ætlum við þá að gera við börn sem eru eldri en 4. bekkur varðandi frístundastarf? Og það að koma mikil gagnrýni á almenningssamgöngurnar ykkar sem að af því að við erum komin og skólabörnin virðast fá að nota skólabílinn. Þannig ég held að við þurfum einhvern veginn að samræma vinnu þessara nefndar versus annara nefnda sem að koma með svipaða tillögur sem stangast á við þessa samgöngunefnd. En ég fagna því með frístundabílinn, ég vil samt taka það fram. Takk. Takk fyrir þetta. Gunnar Þórðarsson. Nú veit ég ekki hvort það heyrist í mér. Jó, heyrist mjög vel í þér. Nú, allt í lagi. Og við fögnum því. Ég vil nú bara byrja á því að óska ykkur ágæti forseti, ykkur bæjarfulltrúum og bæjarbúum, gæfu og gengis á nýja ári. Ég hef auðvitað ekki haft tækifæri til þess að taka þátt í umræðanum hér áður út af einhverjum tæknilegum ástæðum. Ég vil samt aðeins koma inn á þennan fund þar sem við erum að ræða ýmis mál og það verið að tala það að það hefur verið heppilegra að taka þetta inn í nefndirnar. Menn verða átta sig á því að þetta eru í raun og veru einu tækifærin fyrir bæði fulltrúa og þá sem fylgjast með fundinum og okkur að koma þeim málum sem við höfum áhuga á framfæri. Mér finnst að menn verða að virða þetta og vera ekki að fárast yfir því að menn séu eitthvað óhressir með eitthvað og hitt og þetta og menn verða bara að svara fyrir sig með þeim hætti sem þessi þykir hæfilegt og gæta hófsemdar í því. Annars auðvitað eru málin þannig stödd að við þurfum að
taka okkur á í að spara og auka sparnað í samfélaginu og okkar líka. Það er alveg bráðnauðsynlegt og ég ætla ekki að hafa fleiri orð það, það er bara ýmsir möguleikar til í því. En ef við snúum okkur nú að því sem á dagskrá núna, það er íþróttamálin, íþróttastarfið og allt það, að þá fagna ég því að það er verið að gera ýmislegt sem að er til bóta. Eitt af því er reyndar hvatagreiðslurnar sem að það sem er verið að auka í og breyta í raun og veru, já, auðvelda nálgun fólks á þessa peninga sem að þarna er í boði, svokallaðar hvatagreiðslur. Það er bara gott og almennt séð að þá er alveg nauðsynlegt að ýta undir starf íþróttafélagana með einum eða öðrum hætti. Það er ekkert hægt að mótmæla því og allir eru sammála það, heyrist mér, að auka þær í frekar en hitt. Annað má ýmislegt, annað má í raun og veru spara með ýmsum hætti. Mér líst vel á það að setja af stað einhverja samgöngur fyrir íþróttirnar, alveg sérstaklega. Og ég get alveg hugsað mér að þeir sem að starfa í íþróttahreyfingunni, að þeir gætu komið þar inn í með því að hjálpa til við það að koma krökkunum sínum, að krökkunum okkar á vettvang íþróttana. Annars ætla ég ekkert að hafa með fleiri orð þetta. Það er ýmislegt sem ég hefði getað svo sem velt fyrir mér, en ég ætla ekki að gera það að sinni. Takk fyrir. Takk fyrir það, Gunnar. Anna Sigríður, varst að biðja orðið aftur, gerðu svo vel. Nei, afsakið. Nei, Friðjón Einarsson. Forseti, okkur bæjarfulltrúar, aðeins vegna fundargerðar íþróttaráðs, íþrótta- og tómstundaráðs. Þá vil ég vekja athygli á því með leyfi forseta að hvað varðar samþykkingu skólastarfs og íþrótta- og tómstundastarfs. Það er í fjárhagsramma íþrótta- og tómstundamála fyrir árið 2021 er gert ráð fyrir fjármagn til að setja í gang aukna þjónustu við foreldra og forráðamenn í frístundaheimilum í grunnskóla Reykjanesbæjar. Þetta er náttúrulega allt annað heldur en hefðbundnar samgöngur, en það verður örugglega skoðað hvort það sé einhverjir möguleikar á einhverju samstarfi þarna milli almenningssamgangna og þessa. En þetta er allt annað mál. Forsvarsfólk íþrótta- og tómstundahreyfingarinnar er þegar í samvinnu við íþróttafulltrúa, tómstundafulltrúa í þessu verkefni og hefur verið frá byrjun, og það er nú kannski aðalega ástæðan fyrir því að þetta hefst ekki fyrir næsta haust, að það er verið að kalla á viðbrögð hreyfingarinnar og þeir aðilar sem munu starfa með okkur áfram í því. Hvað varðar strætónefndina svokölluðu, þá er hún nefnd sem var skipuð eingöngu til þess að skoða almenningssamgöngur til framtíðar og sem hún er að gera og vonandi koma til og frá þeirri nefnd fljótlega til bæjarráðs. Meira var það ekki. Takk. Takk fyrir það. Þá sýnist mér að mælendaskrá sé tæmd og við getum þá afgreitt þessa fundargerð. Þeir sem samþykkt geta fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs á 16. desember eru beðin um að gefa merki. Enn vantar mér eina hendi. Gunnar Þórarinsson hefur greitt atkvæði. Það er komið 11:0 og þá var það síðasti liður ágætu bæjarfulltrúar á dagskrá þessa fundar sem er fundargerð barnaverndarnefndar frá 21. desember og hún er hér lögð fram en ekki til sérstakrar afgreiðslu, en orðið er laust fundargerð barnaverndarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs
undir þessum lið og þá dagskrá tæmd og af því að við erum að undirrita fundargerð rafrænt þá bíðum við ekki eftir því að klára þá undirritun hér á þessum fundi en skrifarar munu nú hefjast handa og yfirfara fundargerð sem að við munum síðan samþykkja með rafrænum hætti eins og við höfum áður gert. Því segi ég 600. og öðrum fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slítið. Kæra þakkir. Ég er búin að senda hana á Jóhann.